Þá erum við konið hérna með Toyota Yaris Cross árgerð 2022. Þetta ansi glæsilegur bíll. Þetta lítill sport jepp lingur líklegast. Ég veit ekki hvað að kalla þetta. En þessi Yaris hann sko alls ekki líkur þessum hefðbundna Yaris sem var bíll ársins í fyrra. Þó hann byggður á sama grunni. Þið sjáu hérna ljósin á þessu LED-ljós hérna. Svolítið svona bold framhluti, ljós hérna niðri, svart grill hérna, myndavél hérna framan á og þið sjáu að bíllinn náttúrulega svolítið svona hár á vegi. Við erum að tala 17 cm undir lægsta punkt sem nú bara talsvert. Þetta elegansgerðin og hún kemur á 18 tommu felgum, standardbíllinn á 17. Í þessum bíl 3 silindra 1500 rúmsentimetra vél sem gefur 116 hestöfl og hún togar 120 Nm. Þetta hybrid bíll sem þýðir að hann keyrir bæði fyrir bensíni og rafmagni og við erum að tala að rafmótorinn sé ykkur 59 kW. Það hægt að aka svona bíl nánast á rafmagninu ef þú ert innanbæjar, en svo eins og við hérna ókum hérna til Keflavíkur og þá erum við að eyða svona cirka 5-6 lítrum. Tölvan í bílnum sýnir mér 6,1 lítra en ég náttúrulega búinn að keyra bílinn talsvert stutt og alltaf að slökkva á bílnum og starta honum aftur. Nú, ef við lítum aðeins hérna á bara settinguna á þessum bíl, þá þetta afar fallegur bíl. Það ekki annað að segja. Hann kemur til með að verða nokkuð vinsæll í sínu flokki vegna þess að þetta eiginlega sá eini á markaðnum sem hægt að fá fjórhjóladrifin líka. Ef við bara miðum við samkeppnina í þessum bílum þá erum við að tala eins og til dæmis Ford Puma sem svona kannski helsti keppinauturinn. Við erum að tala Volkswagen T-Roc sem ákaflega skemmtilegur bíl. Nei, fyrirgefið T-Cross. Og síðan erum við að tala Skoda Kamiq og einhver svona bíla í þessum flokki. En þessi bíl fáanlegur fjórhjóladrifinn. Það eina sem maður gæti kannski hugsað sér að væri kannski betra með þennan bíla þegar hann orðinn alveg lótaður af búnaði, þá erum við að tala cirka 6,5 milljón sem vel í lagt fyrir ekki stærri bíl. Punktur. Þá erum við komið hérna sest undir stýrið á þessum glæsilega Yaris. Yaris Cross, eins og hann kallaður. Og það mjög gott að keyra hann á bíl. Ég bara finn ekkert af því. Eins og flestir þessir litlu sportjepplingar, þeir eru ekkert með svaka upp. Við erum að tala að hann rétt 11 sekúndur í 100 km hraðan og mér finnst það bara allt í lagi. Þessi bíll bara hugsaður sem lítill SUV eða crossover og maður getur ekki ætlast til að þetta sé 3,2 í 100. Það skiptir ekki nokkru máli. Ég talaði að það sé gott að keyra hann. Hann ákaflega þægilegur í stýri. Stýrið nákvæmt. Hann svolítið stífur í fjöðruninni en mér finnst það ekki koma á sök. Ef þú ferð yfir hraðahindrun eða keyrir ofan í misfellu þá var hann ekkert að slá upp í. Hann bara þægilegur en þú finnur aðeins fyrir því. Þetta 3 silindra bíll og það heyrist náttúrulega alveg talsvert þegar þú gefur honum inn og vélarhljóðið kemur. Þetta bæði rafmagn og bensín þannig að þegar þú heyrir vélarhljóðið þá veistu að þetta 3 silindra bíll. Þetta samt miklu hljóðlátari heldur en Yarisinn var. Og ég verð að segja eins og að mér finnst þetta ákaflega vel heppnaður bíll. Mér finnst þetta bara vera vel í lagt hjá Toyota. Það hægt að fá þennan bíl alveg hlaðinn búnaði. Við erum til dæmis að tala að hann fullur á loftpúðum. Það eru hliðarloftpúðar, það miðjuloftpúði. Hann með skínvæddu, þú getur valið, bíllinn með skínvæddum hraðastillir og þessi típa allavega. Og það umferðarskiltalesari í þessu, það
akreinar vari og akreinar stýring og allt þetta sem við viljum hafa í bílum í dag. Það uppbytta stýri, aðfellanlegir speglar. Við erum að tala að það hiti í framrúðunni. Þú getur allavega hita. Ég tók sem sagt eftir því þegar við vorum að taka bílinn að hann var allur í móðu, það var smá rigning, þannig að ég kveikti á þessu og móðan bara hvarf, 1/10. Það svolítið svona hart plast hérna í hliðunum reyndar. Það er mjúkt hérna á milli. Þetta svolítið svona, þú veist, maður hefði kannski viljað sjá svona árið 2022, kannski minna af þessu, en skiptir engu máli. Þetta þokkalega hugulegt allt saman. Nú hér þráðlaus hleðsla, það 12 volta tengi, það bara eitt USB tengi í þessum bíl og það hér fram í. Það mætti nú alveg kannski vera aðeins fleiri USB tengi í bíl sem í boði árið 2022. Skjárinn bara eins og Toyota einum lagið, hann ekkert sérstakur, þetta er 9 tómmu skjár hérna, það kemur 8 tómmu skjár með ódýrari bílnum. En hann núna með Apple CarPlay og Android Auto sem náttúrulega alveg bylting fyrst mér. Það hérna miðstöðin, þú stillir hana með svona snúningstökkum og þú ýtir actually á þessa takka hérna til þess að hækka og lækka blásturinn og mér finnst það vera kostur. Hæ-hó, þá maður þetta hérna inn aftur í Yarisinn. Ég verð nú að segja eins og að ég bjóst ekki við að það væri svona mikið pláss hérna. Reyndar ég með fæturnar í bakinu á framsætinu. Þetta í minni stöðu framsætið. Ég myndi ekki sitja lengi svona, en maður þarf ekkert að sitja svona. Þetta ekki fangaflutningar. Ég sitt bara svona. Þá bara fer ákaflega vel mig hérna. Þetta ekki hugsaður sem leigubíl. Þetta bara svona fyrir 4 farþega. Kannski ekki til lengri ferðar svo sem, en jú, ég meina það bara fínt að sitja hérna. Höfuðplássið bara mjög þægilegt hérna. Eina sem ég get fundið að útstigið verður svolítið erfitt því að hurðin opnast ekki nóg hérna. Það ekki alveg, þú veist, bara það stór sko að þetta slapp alveg. Þá það fargúsrýmið á þessum Toyota Yaris Cross. Það bara lítur þokkalega vel út. Þetta 397 lítrar. Það náttúrulega slær ekki púminn út því að það nánast þetta hlaði hann alveg niður undir hérna, já bara möl, eða þú ert á möl. En ef við kíkjum á eins og þetta pláss hérna, þá hægt að við sjáum að það hægt að taka hérna, hægt að fá mun meira pláss með því að taka þessa hillu hér úr og setja bara plastmottuna hérna eða setja byrðið hérna niður eða plastmottuna. Svo bara farmfestingar hérna, alveg þrælflott. Bara eins og Land Cruiser. Nú 12 volta tengi hér, ágætis ljós og það hægt að fá hann bíl með rafopnun á hleranum, þó ekki þessu með danssporunum. Það skiptir nú engu máli, en þú getur opnað með lyklinum.